Lárus, hvað hægt að segja eftir svona leik? Já, þetta náttúrulega bara leikur sem telur sem tap. Tapa með á buzzer eða tapa með rúmlega 50. Bara í lokinu þetta bara segir það sama. Það sem ég myndi ekki taka út úr leiknum sjálfum mér fannst mikill karakter í liðinu að koma tilbaka eftir síðasta leik. Og mér fannst við eiga svona skilið að fá eitthvað út úr þessu leik. En ég vil það bara þannig að betra liðið vinnur. Og svo bara finnst mér þetta að vera svolítið svona dæmigert með ungt lið að ná ekki bregðast við og stoppa eitthvað svona ákveðin leka. Einn leikmaður skýtur stjörnuna eiginlega bara inn í leikinn. Mér finnst bara að menn þurfa að vera aðeins meira vakandi inn á vellinum og bregðast fyrir við. Það er kannski lítið út á að setja sérstaklega sóknarleikinn á Þór í dag. Ég meina 100 og var ekki 1 stig sem þið skorið. Sóknarleikurinn var á köflum mjög góður. Oft á tíðum bara frábær. Við vorum með 23 stóðsendingar sem að langmesta sem við höfum verið með í vetur. Þannig að boltinn var að ganga vel. Mér fannst við líka vera að velja skotin á svona réttum tímapunkti í sókninni. Við vorum ekki að slúta kannski einhvern veginn í miðri skotklukkunni. Þannig að oftast vorum við að stjórna tempóinu í leiknum. Og það var það sem við lögðum upp með fyrir leikinn. Þannig að ég var mjög ánægður með það. Pablo var vægast frábær í dag. En svona kannski kólnaði aðeins þeirra leið á. Hefur einhverja skýringu á því? Örugglega bara þreyta, hann spilaði mjög mikið. Mantas lenti í villuvandræðum þannig að við náðum eiginlega ekkert að hvíla Pablo nema það var bara rétt aðeins í 4. leikluta, byrjun hans sem að hann fékk smá hvíld. Og þess svona kannski kólnar hann aðeins og svo náttúrulega býst ég við að Stjarnan hafi svona gert eitthvað til að stoppa hann. Það er væntanlega, með svona frammistöðum er væntanlega ekki langt í fyrsta sigurinn, eða hvað? Já, við skulum vona það, en eins og ég segi, þetta telur alveg mikið eins og stórt tap. Og þessi töp eru náttúrulega sárari, en þetta gefur manni svona, ekki að segja, þetta gefur manni svona byrjandi upp á vangi. Þetta gefur manni, maður er miklu von betur upp á framhaldið heldur en eftir síðasta leik. Takk fyrir.